Ég tek mark á Evrópusambandinu. Það er ekki svo að Evrópusambandið leyni því hvað það er, hvorki talsmenn sambandsins, né heldur öll þau gögn sem að liggja frammi eðli og tilgang sambandsins, gerð þess, markmið og skipulag. Það liggur allt fyrir. Þannig að það þarf ekki að koma neinum á óvart hvað felst í því sem þeir ákveða að segja núna kjósendurnir á Íslandi á höfuðdagi næstkomandi. Þeir sem segja já við spurningunni sem lögð fyrir þjóðina, þeir ættu að vita það, að minnsta kosti, að þeir eru að hefja ferli sem hvort tveggja í senn, aðlögunarferli og inngönguferli í sambandið. Og það er ekki hægt að halda því fram að það kosti ekkert og hafi engar afleiðingar. Það er í fyrsta lagi yfirlýsing breytta stöðu Íslands meðal þjóðana. Það er viljayfirlýsing það hvar við viljum segja okkur til sveitar og hvaða reglur og hvaða skipulag við viljum hafa hér. Með öðrum orðum, það er það sama og gengur og gerist í Evrópusambandinu. Það er megin markmiðið. Menn hafa fyrir sér lýsingu á því hvað felst í Evrópusambandinu í sáttmálum þess, í Maastricht samkomulaginu eða sáttmálanum og Lissabon sáttmálanum. Það fer ekki á milli mála að sambandið stefnir að því að verða sambandsríki Evrópu í náinni framtíð. Er það sem að menn vilja að Ísland taki þátt í, þá segja þeir vitaskuld já á höfuðdaginn. Ef menn vilja það ekki, þá segja þeir nei. Því hefur verið haldið fram, eða fleygt, skulum við segja, að þetta kosti okkur ekkert. Þetta er bara eins og að panta vörur í körfu í tölvunni og ef þú ætlar að hætta svo við að kaupin, þá getur þú gert það og það verður engir eftirmálar. Þannig er það ekki með þetta ferli sem að kosið verður á höfuðdaginn. Þetta kostar okkur frá fyrsta degi mjög mikið, bæði í tíma, fjármunum og fyrirhöfn. Embættismannakerfið á Íslandi verður upptekið af því þaðan í frá að vinna að því ferli sem fer af stað með jái þjóðarinnar. Og þetta kostar heilmikla peninga, bæði okkur, Íslendinga, og einnig Evrópusambandið. Og ég spyr, er það heiðarlegt af okkur Íslendingum ef okkur ekki alvara með því að ganga í sambandið að setja af stað dýrt, flókið og tímafrekt ferli? Af því bara. Og vegna þess að við ætlum þá einhver tíma seinna að gera upp hug okkar hvort að við viljum þetta í alvörunni eða ekki. Það finnst mér ekki vera. Mér finnst það ekki vera heiðarlegt. Það er vegna þess að ég tek fullt mark á sambandinu, eins og það lýsir sjálfu sér, eins og það lýsir markmiðum sínum, vinnubrögðum og skipulagi, sem ég mun segja nei á höfuðdaginn.